Sko, ég byrjaði að æfa á trompet í skólanum Kópavogs og síðan byrjaði ég á trommur líka þar. Svo í fermingargjöf, eða fyrir fermingarpeningin minn, kaupi ég mér MacBook 12 og langaði mjög mikið að fara að gera housetónlist. Þannig ég kaupi mér Logic Express út því ég átti ekki nóg mikið fermingarpening fyrir Logic Pro. Já, ég veit. Já, ég veit. Já, ég veit. Þrátt fyrir að hlusta mikið á okkar housetónlist þá var Kanye West samt alltaf svona einhvern veginn Var hann það the god above, sko. Já, var hann svo fyrsti í hip-hopi sem þú hafðir áhuga á, eða? Ég er svona fyrsti sem ég einhvern veginn svona hellti mér út í, sko, og fór eitthvað geðveikt mikið að pæla í, held ég. Já. Ég var ekkert eitthvað ákveð að ég ætla að gera hip-hop. Þú veist, eins og þegar ég byrja í Sturlu Atlas er ég ekkert eitthvað mjög meðvitaður að ég sé að gera beint hip-hop, skilur. Þú sagði Sturlu Atlas. Það er svona þín leið inn í allt þetta dæmi. Algjörlega, sko. Og sagan af því var hvernig? Byrjar að reyna allt saman á Marmaranum, sko. Já. Út af því að Eins og margir góðir eins og margir góðir sögur. En ég var á Marmaranum í Vestló, í hátíðisliði og Young Karin kom að spila. Logi, Karin og Kili. Og ég er bara eitthvað, fuck, þetta er ógeðslega feitt, eitthvað, þú veist. Var alveg að kaupa þetta dæmi, skilurðu. Og fer bara heim til mín eftir skóla og gera eitthvað beat sem ég set síðan á SoundCloud undir nafninu Young Karin Type Beat. Og svo eitthvað svona stutt síðar fæ ég eitthvað message frá Loga og ég er svona, what, hvernig fann hann þetta? Og því ég setti þetta ekki inn einstæðar, skilurðu, ég bara uploadaði þessu SoundCloud, skilurðu, þú veist, þeir hljóta að bara eitthvað googlað Young Karin eitthvað og það hefur komið upp eitthvað. Og ég eitthvað bara, shit, eitthvað geðvett, fannst það náttúrulega bara snillt. Og já, ég mæti til þeirra og eitthvað sýni þeim einhver beat sem ég var að gera og það bara einhvern veginn smellur, sko. Maður hefur náttúrulega lært bara þegar maður er partur af sessjónum með Sturlu Atlas, skilurðu, þegar við vorum að byrja í það að vera að taka einn sessjón með, þú veist, artistum eins og Birni eða bara Bjarti núna, skilurðu. Að maður er náttúrulega búinn að læra af öllum þessum milljón sessjónum, skilurðu, og fattar hvað þarf að gera til að gera lag, skilurðu. Maður lærir af því bara að vera forvitin, skilurðu. Það er ógeðslega mikilvægt að bara spyrja, skilurðu, ef maður veit ekki eitthvað. Í rauninni hefur þetta bæði komið bara með æfingu og náttúrulega mikið bara tips frá þeim sem er í kringum mér. Þetta eins og til dæmis Loga. En hvernig er prósessin hjá þér? Bara eins og að því, þú veist, ég get nefnt fullt af lögum, þú veist, Já ég veit, eða Joey Cypher, eða allt þetta dót. Það fer mikið eftir bara hvaða lög þú ert að tala. Það er í rauninni ekkert einhvern veginn rútína, sko. Þú veist, allt feita shitið kemur bara í einhverju væpi, skilur. Það kemur oftast bara þegar maður er annaðhvort hérna inni eða þarna inni og við erum eitthvað dettum inn á eitthvað væp og við erum bara eitthvað, já, eitthvað svona, já, meira svona, eitthvað og höldum áfram með einhverja pælingu, en sumt er líka bara eitthvað svona, maður gerir kannski einhvern grunn og er ekkert að pæla í, skilur, þú veist, eins og Joey Cypher var bara eitthvað beat sem að, þú veist, ég var í rauninni alltaf svona, er alveg viss sem að ég vilja nota þetta, skilur, því mér fannst þetta bara eitthvað svona afgangsbeat, sko. Þannig að sumt í rauninni, maður veit ekkert alltaf einhvern veginn hvort þetta sé feitt eða verði feitt, og ég held að það sé mjög gott, Tók 1 ár í grafískri hönnun og á sama tíma vorum við að gera One One Nights plötuna, skilur við. Og ég man að kennarinn minn spurði mig bara eitthvað svona, viltu vera hérna? Og ég eitthvað svona, já, ég veit það ekki, eitthvað svona, og maður fór að pæla eitthvað svona, já, nei, ég vil það ekki, ég vil bara vera að gera tónlist, skilur við. Það var svona þarna, sko, sem að ég fattaði að þetta er 100% það sem að mér finnst ég eigi að vera að gera, skilur við. Og langar að vera að gera. Þetta situr miklu dýpra í mér heldur en eitthvað annað, að vera að gera tónlist. Ég fer svo hratt keyra af stað, við komumst nær. Ég hugsa þig þetta og að taka time. Já, út í game. Hvað er það fyrsta sem kemur hér? Maggi félagi minn, Magnús Jóhann, hann gaf út þessa plötu hérna Pronto, sem er ógeðslega næs og það er lag á þessari plötu sem að þegar ég heyrði það fyrst, þá hugsaði ég bara að ég verði að sampla þetta. Þetta, já. Það kemur þetta hérna dæmi inn. Og svo þegar maður heyrir þennan hljóm, þriðja hljóminn hérna,
ok, hérna eitthvað að gerast, skilurðu. Þú veist, þá hugsa maður, ok, shit, þetta er svo geðveikt flott að ég verði einhvern veginn að fá að stela þessu. Síðan vorum við strákarnir í Danmörku, Sturla Atlas, og Birnir var með okkur. Ég er með upptöku, sko, þar sem að Birnir er að syngja á ensku, sko. Erum við að spila það, eða? Verðum við ekki að heyra það? Við þurfum eiginlega smá. She goes so bad, it's feeling like we moving fast, she want it back, we catch a flight. I'm trying to go to space nowadays. Eitthvað svona, skilurðu. Einmitt. Þannig að pælingin er komin hana? Já, I'm trying to go to space, skilurðu. Þetta er ógeðslega einfalt þannig séð, það er ekki mörg hljóðfæri í gangi, það er bara trommupattern, þetta. Og svo píanóið náttúrulega og bassi. Í rauninni. Bassi sem fylgir bara píanóinu einhvern veginn? Eða hvað? Já, hann í rauninni fylgir smá bassatrommunni en fær samt smá líka á móti, þannig að það myndast einhverju svona smá resonansar. Já. Í rauninni er grunnurinn bara kominn þannig, sko. Svo er þetta litla dæmi hérna, þessar trommur, þessar bongotrommur sem koma inn. Ein leið heim sem að ég mun alltaf. Ég var búinn að hlusta ógeðslega mikið á bachata tónlist. Já. Bara, þú veist, Unstead kom mér á það wave og tók upp góðan shaker hérna með þér. Er þetta þú að taka upp? Já. Fárlega gott. En þetta er bara eitthvað tölvubongos, sko. Já. Teiknar þinn, eða? Já, ég teiknaði þinn. Já. Og svo er ég líka með, þú veist, eitthvað svona gæja á þessu sem að, þú veist, randomæsirar hversu fast er slegið einhvern veginn. Þannig að það er svona meira eins og að sé einhver gaur að spila á þetta. Já. Já, í rauninni er þetta bara, þú veist, þetta og svo bara vókallegir. Vandræði sem elta mig, ég veit að mér að kenna. Vandamálin þekkja þig og hvar á ég að leita. Svo kom Flóni maður, hann skilaði sínu hérna. Nú? Hann er hérna í bakgrunn. Svo í síðasta velinu líka, sko. Ég fer svo hratt keyr og stafi komst nær. Ég hugsa Ég kemst ekki tilbaka, ég er á leiðin út í. Mjög gott, sko. Svo í lokin, sko, Auður kom með pælingu að, þú veist, að hafa eitthvað svona Daft Punk robotrödd í lokin sem að sem er, þú veist, hérna. Einmitt. Mér finnst það svo góð pæling út því að þetta er út í game, skilur, eins klísulega hljómar, eitthvað að hafa eitthvað robot, skilur, eða eitthvað out of space dæmi, skilur, það kom ógeðslega vel út. Einmitt. Þetta saman er líka gett. Ég fer svo hratt keyr og stafi komst nær. Ég hugsa þig og þetta og að taka tvænt. Mun eflaust vera svona til í dag, en ég kemst ekki tilbaka, ég er á leiðin út í game. Ég fer svo hratt keyr og stafi komst nær. Ég hugsa þig og þetta og að taka tvænt. Mun eflaust vera svona til í dag, en ég kemst ekki tilbaka, ég er á leiðin út í